Halló, heyriði mér. Þá komið að því að setja hér kraftlyftingamóti á Reykjavíkurleikunum 2021. Það 1 mínúta fyrir keppendur til að breyta þyngdir. Við byrjum á slaginu 3. Í þetta sinn þetta af augljósum ástæðum innanlandsmót. Þannig að þetta Reykjavík National Games hjá okkur. En við erum með okkar besti keppendur hérna og keppum þannig að við byrjum fyrst með nefbjör kvenna, nefbjör kalla, bekkpressu kvenna og svo kolla-kolli. Dómarar hér í dag Kári Rafn Karlsson, Sturlaugur Gunnarsson og Aron Ingi Gautason. Þeir eru tilbúnir. Það ekki? Stangamenn tilbúnir. Fyrsti keppandinn sem kemur upp Íris Rut Jónsdóttir. Hún keppir fyrir Massa í Keflavík og ætlar að byrja í 130 kíló þegar klukkan 3. Þetta klassisk þríþrautamót. Það eru 6 konur á keppendalista og 10 karlar. Það eiga að vera 130 kíló á stönginni. Já, kannski. Allir til. Allir tilbúnir? Stöngin til. Stöngin klár, gjör svo vel. Mótið hafið. Íris Rut, 130 kíló. Það gildlyfta. Næst kemur Arna Ösp, 135 kíló. Arna Ösp. Hún keppir fyrir Ármann. Stöngin klár, gjör svo vel, Arna, 135. Gildlyfta. María Kristbjörg Lúðvíksdóttir næst 165 kíló. María hér á heimavelli en við keppum að þessu sinni í sporthúsinu í Kópavogi. ...165 kíló.
Stöngin klár. María Kristbjörg, gjör svo vel. Það var gild og flott lyfta. Birgit Rós Becker, 170. Birgit keppir fyrir Breiðablik. Stöngin klár, gjör svo vel, 170 kíló, Birgit. Þetta gild lyfta. Birgit skráð hér inn í nýjan þyngdarflokk, -76, og þetta mun hafa verið Íslandsmet í þeim flokki og fyrsta sem sett. Kristín Þórhallsdóttir kemur næst, 190 kíló. 190 kíló, Kristín Þórhallsdóttir frá Akranesi. Stöngin klár. Gjör svo vel, Kristín, 190. Góð byrjun. Gildlyfta, létt og örug. Sóley Margrét, Breiðablik, 195 kíló. Stöngin klár, Sóley gjör svo vel, 195 kíló. Gildlyfta. Sóley keppir ennþá í unglingaflokki. Íris Rut að fara í aðra tilraun, 137,5.
137,5 önnur umferð hefst Íris Rut. Stöngin klár, Íris gjör svo vel. 137,5, hún að nálgast hér sínu besta. Koma svo. Þetta var ekki gild lyfta. Næst upp Arna Ösp Gunnarsdóttir, 143 kíló. Þetta tilraun við Íslandsmet, 63 kíló flokki. Hún ámeti reyndar sjálf og að hækka sig 0,5 kíló. Stöngin klár, 143. Íslandsmet í annari lyftu, koma svo. Þetta var barátta, hvað segir dómarar? Til hamingju, nýtt Íslandsmet. María Kristbjörg næst, 175. Hundra 75 kíló, María Kristbjörg. Þetta persónuleg bæting hjá Maríu. Stöngin klár, gjör svo vel. Gildlyfta. Birgit næst, 180.
180 kíló, þetta líka tilraun við nýtt Íslandsmet. Stöngin klár. Sko, hvað segja dómarar? Nýtt Íslandsmet til hamingju, frábært. Næst kemur Kristín Þórhallsdóttir, hún ætlar í 201 kíló. Það nýtt Íslandsmet. Hún lengi búin að bíða eftir að fá að bæta sitt eigið met. $201 kíló á stönginni. Stöngin klár. Gjörðu svo vel, Kristín, koma svo. Glæsilegt til hamingju, 201 kíló. Evrópumeti í þessum flokki 206 kíló. Ég nefni það bara svona til gamans. Sjáum hvað hún meldar í þriðju tilraun. Sóli Margrét, 205 kíló. Stöngin klár, 205 kíló, Sóli Margrét. Hvað segja dómarar? Gildlyfta, 205 kíló. Þetta Norðurlandamet, unglinga. Ef ég hef lesið þetta rétt. Rústað, eins og maður segir. Þá byrjum við á þriðju umferð. Þetta gengur hratt fyrir sig. Það eru bara 6 konur, þannig að þær þurfa að vera á vaktinni. Íris kemur nú og ætla að reyna aftur 137,5 sem tókst ekki áðan. Stöngin klár. Íris, koma svo. Klára þetta núna. 137,5. Fer létt með þetta.
Upp með þetta, upp! Gildlifta. Svo ná að gera þetta. Arna Ösp Gunnarsdóttir, 143,5. Hún ætlar að bæta metið sitt frá því áðan. Hálfu kílói. Stöngin er klár. Nýtt Íslandsmet í uppsiglingu, 143,5 kíló. Arna Ösp Ármanni. Ekki þetta sein. Það munar hálfu kílói. Takk fyrir. Hún hefur lokið beyjum. Birgit Rós Becker næst 183. Nei, 185. Tók vitlaust gleraugu. 185, Birgit Rós og enn er verið að bæta hér Íslandsmeti. Stöngin er klár. Koma svo, Birgit. Koma svo. Hún er að bæta sinn persónulega árangur hér 12,5 kíló sínst mér. Koma að vanda sig. Og svo, spennu. Þarna misti hún smá spennu, en hún er samt búin að bæta sig vel. Setja Íslandsmet 2. Marja Kristbjörg, 185 líka. Frumballar lækki 235 fyrstu lyftuna. Já, takk. Þetta er 12 kíló persónuleg bæting. Stöngin er klár. Þetta er 12 kíló persónuleg bæting. Létt með þetta. Allt til... Já. Það hefur vonandi sloppið hjá henni.
Þá ætlum við næst að fá á stöngina 207,5 kíló sem er 1,5 kíló yfir gildandi Evrópumeti í þessum flokki. Það er Kristín Þóraldsdóttir sem ætlaði að setja Evrópumeti ef þetta hefði verið alþjóðlegt mót. Nú getur hún sett Íslandsmet og Íslandsmeti gæti orðið hærra en Evrópumetið. En það er ekki hægt að setja alþjóðleg met á innanlandsmótum. Stöngin er klár, þá máttu sýna hvað þú getur, Kristín, gjör svo vel. Sýndu nú hvað þú getur. Og svo, upp! Það munaði ekki miklu. Það gengur næst er frábært tilraun. Þetta kemur fljótlega hjá Kristínu. Sóley Margrét fer í 215 kíló í sinni síðustu lyftu. Við höldum svo beint áfram með strákana. Þetta er síðasta umferð hjá stelpunum. Sóley er hér að setja Norðurlandamet, en það má á innanlandsmótum, þannig að þetta verður skráð sem Norðurlandamet í unglingaflokki. Stangamenn? Já, það er nóg. Stöngin er klár. Koma svo að Sóley. Koma svo! Upp! Sko. Hvað sagðu dómarar? Þeir voru allir glaðir. 215 kíló komin í höfn. Stelpurnar eru búnir að ljúka hnebeygju með margar flottar lyftur. Strákarnir koma síðan í beinu framhaldi. Byrjum þar á Hilmar Símonarson frá Ólafsfirði sem er fyrstur á svið. Hann býður 175 kíló. Stöngin er klár. Hilmar, gjörðu svo vel. Þetta var gild lyfta, Hilmar á best 180, þannig að hann toppar það hugsanlega í næstu lyftu. Næstur kemur Sindri Freyr Arnarsson frá Massa, Njarðvíkum. Hann byrjar í 200 kíló.
Stöngin er klár, 200 kíló, Sindri, hann er að jafna sér hér sínu besta. Koma svo. Örugg opnun, 200 kíló. Þá kemur Alexander Örn Kárasson, hann er komin yfir í Breiðablik, ætlar að opna í 230 kíló. Alexander keppni ennþá í unglingaflokki. Stöngin er klár. Alexander 230. Það fór upp, hvað segja dómarar? Gild lyfta, góð opnun, 230, opnar í 230. Næstur er Friðbjörn Bragi Hlinsson, hann keppir fyrir Kraftlyftingafélagið í Mosfellsbæ. Hann opnar í 235. Stöngin er klár, Friðbjörn gjör svo vel, 235. Friðbjörn er hér 10 kíló frá sínu besta, ætlar að opna öruglega. Gild lyfta. Það eru svo margir stangamenn, við sjáum ekki á klukkuna. Þetta var góð og gild lyfta. Yngvi Örn Friðriksson, KFA 255 í fyrstu lyftu. Stöngin er klár, Yngvi Örn gjör svo vel. Gild lyfta, létt og góð. Hér eru engir áhorfendur á þessu sinni og engin fagnaður, það er eins og ekkert hafi gerst. Mjög sérstakt, já. Sjónvarpsmenn verða að láta heyra í sér eða einhver. Einar Örn er næstur á pallinn, hann býður 260 kíló. 260, hann keppir fyrir Kraftlyftingafélagið á Akranesi. 260 kíló, Einar Örn.
Stöngin klár, koma svo Einar. Koma svo Einar. 260, ekkert mál. Og var þetta ekki gild lyfta? Jú, 3 hvít. Einar sér nú bara fagnaðarlætin sjálfur, það þarf að gera það. Viktor Samuelsson, KFA, 265 kíló í fyrstu lyftu. 265. Stöngin klár, Viktor, gjör svo vel, 265. Koma svo. Gildlyfta, lítið mál. Það leit mjög létt út. 277,5 kíló Aron Friðrik Georgsson frá Stjörnunni. Stöngin klár fyrir Aron. 277,5. Létt og örug opnun, koma svo Aron. Bittu, varstu ekki búin að hita upp eða hvað? Gillytta, Guðfinnur Snær Magnússon, næstur, 285 kíló stöngina. Guðfinnur á sínu fyrsta ári í stöngin klár. Fyrsta ári í opnu flokki. Farin að keppa með stóru strákunum. Það er létt með þetta Guðfinnur. 285. Vanda sig svo. Gildlyfta, góð byrjun. Þá kemur Júlían Jóhansson frá Ármanni. Hann opnar í 300.
Bæði Guðfinnur og Júlían keppa oftast í búnaði en hafa líka gert góða hluti í klassískum. Stöngin er klár, 300 kíló, koma svo. Koma svo, flottur. Þetta var gildlyfta. Þar með lauk fyrstu umferð. Við byrjum aftur. Hilmar Símonarson, 185,5 sem er tilraun við nýtt Íslandsmet. En hann keppir í mínus 66 kg flokki og er léttastur hér í dag. En þar er ekkert gildandi met, það er standard upp á 185 sem enginn hefur náð og nú ætlar Hilmar að taka það og koma þessum flokki á blað. 185,5 kíló tilraun til Íslandsmets. Hilmar keppir fyrir kraftlyftingafélagið á Ólafsfirði. Stöngin er klár, koma svo Hilmar. Klára þetta núna. Upp með þetta. Til hamingju, þá er komið Íslandsmet í þessum flokki loksins. Komið tími til og þú mátt halda áfram að bæta í næsta umferð. Sindri Freyr, 207,5 kíló. Sindri Freyr Arnarsson, hann er að bæta sig hér 7,5 kíló. Stöngin er klár, gjör svo vel, Sindri. Hann er að fara hér í persónulega bætingu, vanda sig svo. Gildlyfta. Mikið fagnaðarlæti í salnum. Alexander Örn, 245. Alexander Örn keppti fyrir Akranes í fyrra og er komin í Breiðablik núna. Og er hér á sínu fyrsta móti í grænum lit. Fyrsta af mörgum. Rétt að byrja en Alexander er ennþá í unglingaflokki. Stöngin er klár, 245 kíló, Alexander Örn.
Hvað segja dómarar? Það var ekki þetta sinn, hann að jafna þarna að reyna að jafna sínu besta, en þetta var ógilt, hann fær aðra til raun. 245,5 fyrir Friðbjörn Braga. 245,5. Það Íslandsmet á stönginni. $245,5 ætla Friðbjörn í og reyna þar við Íslandsmet. Í mínus 83 kg flokki. Stöngin klár, gjör svo vel. Koma svo. Nýtt Íslandsmet til hamingju. Gild lyfta. 260 kg fyrir Yngvi Örn Friðriksson, KFA, 260 kg á stöngina. Stöngin klár. Yngvi Örn, 260 kg. Ekki málið. Gild lyfta, 260 kg. Lítið mál. Viktor, 275. Viktor Samúelsson. Nýklindur íþróttamaður Akureyrar 2020. Og margreyndur kraftlyftingamaður og methafi sem hefur keppt bæði í klassískum og búnaði. Og raðaði metum. Hann að fara hér 275 í annari tilraun. Stöngin klár. Hvað segja dómarar?
Gildlyfta. Þá það Einar Örn, 275 í annari tilraun. Stöngin klár. 275 kíló, Einar Örn Gunnarsson frá Akranesi. Koma svo Einar. Það segja dómarar. Gildlyfta. Aron Friðrik, 290. Aron Friðrik stjörnumaður. Hann á best 295 í beygju, þannig að hann að nálgast sínu besta hér, 290. Stöngin klár, gjör svo vel Aron. Koma svo. Öpsa! Ekki máli, gildlyfta. Guðfinnur Snær, 302,5. Mér sýnist stangamannatími hér vera allt frá Breiðablik. En þeir nú góðir að hvetja alla jafnt, sýnist mér. En kannski sérstaklega þegar Guðfinnur kemur, hann Bliki. Stöngin klár. Hvað segja dómarar? Gildlyfta. Þá 320 kíló stöngina fyrir Júlían. Síðasta lyfti í annari umferð. $320 kíló. Stöngin klár.
Hvað segja dómarar? Gild lyfta. Ég vissi ekki að Tarzan væri hérna. Og þá það þriðja og síðasta umferð í hnébeygju. Hilmar Símonarson ætlar að fara í 190 kíló. Hann að bæta hér þessu Íslandsmeti enn. 190 kíló. Hilmar sjálfur viktaði 64,8 kíló. Þannig að þetta margföld líkamsþyngd, 190 kíló. Stöngin klár. Tækifærið. Tækifærið býst Hilmar. Koma svo. Gildlyfta, flott barátta. Sindri Freyr, 210. Sindri búinn að lyfta hérna vel og fallega. Nú skulum við sjá hvort hann eigi fyrir 210. Hann að bæta sig þannig 10 kíló sýnist mér á sínu persónulega árangri. Stöngin klár. Og svo, upp! Sko, hvað segja dómarar? Gildlyfta, 2-1. Alexander Örn, 245. Hann klikkaði á tækninni áðan. Hann ætlar að reyna aftur. Stöngin klár. 245. Ger þetta rétt núna. Vanda sig. Gera það rétt núna. Þetta var nærlagi, hvað segja dómarar? Gildlyfta. Þá það Friðbjörn Bragi sinni síðustu beygju, 250 kíló sem enn bæting á Íslandsmetinu. 250 kíló.
Stöngin klár. 250 kíló. Friðbjörn Bragi. Koma svo. Hvað segja dómarar? Ekki samþykkt í þetta sinn. Yngvi Örn, 265 kíló. Stöngin klár. 265 kíló, Yngvi Örn Friðriksson. Koma svo. Upp. Gildlifta. Viktor Samuelsson, 281 kíló. Viktor hefur lengst af keppt í mínus 120 kg flokki en nú er hann búinn að færa sig niður í 105 og keppa við félaga sinn frá KFA Yngva sem var hér áðan og nú ætlar Viktor að reyna að bæta Íslandsmetið hans í þessum flokki hálfu kílói. Þannig að Viktor ætlar að reyna að taka hér. Stöngin er klár. Hann ætlar að reyna að taka hér Íslandsmetið af Yngva. 281 kíló. Já, hvað segja dómarar? Gildlifta, nýtt Íslandsmet til hamingju. Metið er samt ennþá fyrir norðan. Viktor er komin með það. Einar Örn, 285. $285 kíló fyrir Einar Örn. Stöngin klár. Einar er líka að fara hér í bætingu.
Einar getur ekki lyft í þögn, þið verða að taka undir með honum. Hann er að fara í persónulega bætingu 285. Koma svo Einar. Hvað segja dómarar? Takk fyrir. 2-1 ógild lyfta þetta. Aron Friðrik ætlar í 300 kíló. Það er langþráð markmið hjá honum Aroni og nú ætlar hann að bæta sig og fara í þessa glæsilega tölu. 300 kíló. Það er leið tilraun til nýs Íslandsmets. Metin falla hér hægri vinstri. Stöngin klár, Aron. Þá er að duga. Koma svo, Aron. Láti nú í ykkur heyra. Gild lyfta, á hverju varstu ekki búin að gera þetta áður, Aron? Þetta var flott. Gild lyfta 2-1. Guðfinnur Snær 310, takk. Já, þú meinar. Já, ok, klúður. Stöngin klár. Já, sko, gildlyfta 310 kíló. Þá er síðasta lyfta í Nebeju. Við ætlum svo að taka 10 mínútna hlé áður við förum í bekkinn. En þetta er síðasta lyfta. Júlían er að fara í 332,5 kíló sem er tilraun við nýtt Íslandsmet í klassiskum pluss 120 kílógramma flokki. Stöngin klár, 332,5 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Vanda sig svo. Ekki þetta sinn. Takk fyrir samt. Takk fyrir stangamenn og dómarar. Við ætlum að taka 10 mínútna nákvæmlega hlé og gera pallinn kláran fyrir bekkinn.
Linda, tvær. Mínúta eftir menn komið sér fyrir. Það er verið að sækja kaffi. Það er verið að sækja kaffi. Þá ætla ég að biðja menn og konur að koma sér fyrir. Fyrsta lyfta er 75 kíló, Íris Rut Jónsdóttir frá Massa í Njarðvíkum. Ætlar að byrja á bekknum. Nú er tíminn liðinn. Aron Ingi, þriðji dómari. Aron Ingi, hann er að koma. ...75 kíló stöngina fyrir Írisi og stöngin er klár. Íris, gjör svo vel. Þrjú rauð. Það verður að muna eftir öllu. Arna Ösp, 82,5 kíló. Stöngin klár. 82,5 kíló, Arna Ösp Gunnarsdóttir frá Ármanni. Þrjúkvít. Birgit Rós Becker, Breiðablik næst, 92,5. Stöngin er klár. 92,5 kíló. Birgit, gjörðu svo vel. Birgit Rós. Hún er ekki frammi. 20 sekúndur.
10. Tími. Þá er næst á pallinn Kristín Þórhallsdóttir, hún ætlar að opna í 100 kíló. Kristín ætlar að opna í 100 kíló. Stöngin er klár. Kristín Þórhallsdóttir, 100 kíló. Þetta var gild lyfta 2-1. Sóley Margrét ætlar að opna í 110. Stöngin er klár. 110 kíló fyrir Sóleyju. Þrjú hvít. Þá kemur María Kristbjörg líka með 110. María á líka Íslandsmeti í þessum flokki en það er 120. Þannig að hún og Sóley eru hér báðar 10 kíló frá Íslandsmetinu. Stöngin klár. Vanda sig svo. Hlusta á dómarana og gera þetta rétt. 110 kíló. Þrjú hvít. Þetta var nú svo létt að tók því varla lyfta. Íris Rutt, hún ætlar í 77,5. Byrjum á þar. 77,5. Sjötíu og sjö og hálft kíló, Íris Rutt Jónsdóttir frá Massa. Stöngin er klár. Vanda sig nú, fara eftir öllum merkum og gera það rétt. Já, þetta var allt annað mál. Þrjú hvít. Arna Ösp býður 85 kíló.
Stangamenn eru í alls konar óvenjulegum hlutverkum. Stöngunni klár. 85 kíló fyrir Örnu. Arna keppir fyrir Ármann. Lagleg, 3 hvít, gild lyfta. Þá kemur Birgit og ætlar þá að fara í 92,5 kíló. Stöngin klár. Birgit hér að keppi þessum nýja þyngdarflokki, þannig að allt sem hún gerir hér sýnist mér hún að jafna hér Íslandsmeti í þessum flokki. Þetta var lítið mál, 3 hvít. Kristín ætlar í 105,5. Það er tilraun til að bæta Íslandsmetið sem hún áreindar sjálf, 105 kíló, en hún ætlar að bæta það hér hálfu kílói. Hún bætti Íslandsmeti í beygju áðan. Nú ætlar hún að stöngin klár. Nú ætlar hún að bæta bekkmetið. Já, 3 hvít. Sóli Margrét, 117,5. Sóli Margrét. Stöngin klár. Sóli Margrét gjör svo vel, 117,5. Ops, góðir stangamenn ekki í þetta sinn. Þú tekur það næst. 120,5 kíló fyrir Maríu Kristbjörgu. Það er tilraun til Íslandsmets. Hún á gildandi Íslandsmet, 120. Nú ætlar hún að bæta hálfu kílói við.
Stöngin klár. Einmitt. 3 hvít. Ég held að þetta sé líka Íslandsmet í hraðlyftu. Þá er það 3. umferð hjá stelpunum á bekknum og Íris Ruth er fyrst 80 kíló. Íris er hér að jafna sínum besta árangri, sýnist mér. 80 kíló. En hún er rúm 60 kíló sjálf. Stöngin er klár. Íris, gjör svo vel. Úps, ekki í dag. Hún endar í 77,5. Þá er það næst Arna Ösp, 87,5 kíló. Þetta er persónuleg bæting hjá Örnu, hún á 85, best. Bæting 2,5 kíló. Stöngin klár. Koma svo Arna. Arna keppir fyrir Ármann og er hér að fara í persónulega bætingu. Úps, ekki alveg, kemur næst. Birgit fer í 100 kíló. Það er líka persónuleg bæting og Íslandsmets bæting og falleg tala sem Birgit ætlar að taka núna í fyrsta sinn. Stöngin klár. Koma svo Birgit. Klára þetta. Vanda sig. Ekki alveg í dag, en hlöppum samt. Maður verður að reyna, sjá hvort maður getur. Kristín Þórhallsdóttir, hins vegar, ætlar í 108 kíló. Koma svo Kristín!
Stöngin er klár, 108 kíló, ég þarf ekki að taka fram, þetta er tilraun við Íslandsmet. Hítið, Kristín, koma! Léttar hann á hann, koma! Keyra á hann! Getur það! Koma! Sko, hvað segja dómarar? Já, 3 hvít. Sóli Margrét fer aftur í 117,5. Það tókst ekki áðan, en hún ætlar að láta það takast núna, það er engin spurning. Stöngin er klár. Koma svo. Ops. Nei, þetta var einfaldlega of þungt í dag. Það kom aðrir dagar. María Kristbjörg er að fara í síðustu bekkpressunni í kvennaflokki. Hún ætlar þá að jarða þetta Íslandsmet endanlega og biður 130 kíló. Miðað við það sem á undan er gengið, þá ætti það ekkert að vera mikið mál. En það þarf að lyfta. Stöngin er klár. Vanda sig svo og gera þetta rétt, ekki mál. Góðan daginn, til hamingju, 130 kíló, nýtt Íslandsmet komið. Þá eru strákarnir að gera sig klára og þar er fyrstur að nefna Hilmar Símonarson. Frá Ólafsfirði, hann ætlar að opna í 117,5. Stöngin er klár. Hilmar, ert þú klár? 117,5 kíló. Opna létt og örugglega að vanda sig og gera þetta rétt. Já. 3 hvít. Þetta gat ekki verið mikið betra. Sindri Freyr, 145.
145, Sindri á best 147,5, hann að bæta sig hér í dag. Stöngin klár, ætlar að bæta sig. Gerði vel í beigjum, byrjar hér 2,5 kíló frá sínu besta. Já, þetta var ágætis opnun. Hvað segja dómara? 3 hvít. Bara svona á að gera þetta. Yngvi Örn, 150. Yngvi Örn Friðriksson, KFA. $150 kíló, Yngvi Örn. Stöngin klár. Þetta var ekki mikið mál, 3 hvít, góð opnun. Friðbjörn Bragi, 155. 155, Friðbjörn Bragi Hlinsson frá Mosfellsbæ. Stöngin klár. Friðbjörn Bragi, 155. Þrjú hvít, gildlifta, Einar Örn, 160. Stöngin klár, 160 kíló fyrir Einar Örn Guðnason frá Akranesi. Gjör svo vel. Koma svo Einar. Já, tókst inn og varla að lyfta þessu var svo létt. Hvað sagði dómarar? 3 hvít. 3 hvít. Alexander Örn, 172,5.
Stöngin klár. Alexander 172,5. Vanda sig og gera þetta rétt, ekki að flýta sér. Þrjú hvít, gildlyfta. Ég kann að meta þessa stangamenn sem eru bæði að stangast og þrífa og eru áhorfundur og fagna. Mér finnst það vel gert. Aron Friðrik 177,5 næstur. Stöngin klár. Aron opnar í 177,5. Koma svo. Þetta góðu dagur til að lyfta. Þetta var gildlyfta, 3 hvít. Aron formaður kraftlyftingadeildar Stjörnundar í Garðabæ. Og gerir hér vel fyrir sitt lið. Viktor Samuelsson næstur. Hann býður 180 kíló. 180 kíló á stöngina. Viktor. Stöngin klár. Hvað segja dómarar? Nei, þetta var ógild lyfta. 2-1. Einhver tækni villa hafa dómarar sér þarna. Guðfinnur ætlar að reyna við 190 kíló. Guðfinnur Snær Magnússon fara bara afleik. Stöngin klár, 190 kíló, Guðfinnur Snær. Hvað segja dómarar? 2-1, gild lyfta. Svolta mörkunum. Julian 192,5. ætlar hann að opna í.
Stöngin klár. Gildlista 2-1. Menn þurfa nú að hafa svolítið fyrir þessu. Ekki svo mikið. Hilmar Símunason, hann ætla nú í 125. Stöngin klár, gjörðu svo vel. Hilmar 125. Það var gildlista, 3 hvít. Sindri Freyr, 152,5. Stöngin klár. Hann ætlar hér að bæta sig líka á bekknum. Hann á best 147,5. En hann ætlar að bæta úr því núna. Sterkur svo. Já, hvað segja dómarar? Jú. Enn einn bætingin í hús. Yngvi Örn, 157,5. Stöngin klár. Gjörðu svo vel, Yngvi. 157,5. Já, það var góð og gild lyfta. 3 hvít, menn eru að vinna hér á sunnudögum.
Friðbjörn Bragi, 160. Stöngin er klár fyrir Friðbjörn, 160 kíló. Létt og fín lyfta, 3 hvít, ekki málið. Einar Örn, 175. Einar Örn keppir fyrir Kraftlyftingafélagi Akraness, þar sem hann jafnframt er formaður. Stöngin er klár, 175 kíló, Einar Örn. Þrjú hvít. Takk fyrir það. Viktor Samuelsson, 180, hann ætlar aftur í 180 en varð á einhver tæknimistök í fyrstu umferð. Hann ætlar að reyna núna 180 aftur. Stöngin er klár. 180 kíló, Viktor Samuelsson, KFA. Einmitt. Það voru 3 hvít. Þá er það Alexander Örn Kárason. Hann ætlar að reyna við 185 kíló. Alexander keppir í unglingaflokki og er hér í 93, mínus 93 kilogram flokki. Þannig að þetta er ágætið stöng. Stöngin er klár, 185. Hvað segja dómarar? 3 hvít. Alexander á 2,5 kíló eftir í sínu besta og Íslandsmeti. Hann reynir sennilega það í þriðju tilraun að toppa það. Aron Friðrik ætlar í 187,5. 187,5.
Stöngin er klár. 187,5 kíló. Aron Friðrik. Þetta er persónuleg bæting hjá Aron, hann er reyndar þyngri í dag en hann hefur verið, hann er komin í plús. En fór létt með þetta, 187,5 kíló komið. Guðfinnur ætlar að reyna við 200 kíló. $200 kíló, Guðfinnur Snær Magnússon. Stöngin er klár. Gjörðu svo vel, Guðfinnur. Nei, það tókst ekki núna. Það er ein tilraun eftir. Og þá er það síðasta lyftan í þessar umferð. Það eru 200 kíló áfram á stönginni fyrir Júlían. 200 kíló áfram á stönginni. Þetta er fyrsta mótið á þessu keppnisári eftir þetta skrítna ár sem við höfum lifað. En ég sé nú ekki betur en að menn hafi náð að æfa þokkalega 2020 líka. Við erum að sjá hér hvert Íslandsmetið og fætur öðru. Nú er stöngin klár. Tækifæri til að uppskera. Þetta gekk ekki. Ein tilraun eftir. Við byrjum þá þriðju umferð á bekknum hjá strákunum og þar kemur Hilmar Símonarson og hann ætlar núna að bæta Íslandsmetið í sínum flokki og persónulegan árangur sinn hálfu kílóa, hann er að fara í 130,5. En hann er einn af fáum keppendum í mínus 66 kg flokki og í þeim flokki hafa ekki verið sett Íslandsmet í bekkpressu, þannig að þetta verður fyrsta skráða Íslandsmetið í flokknum sem er yfir þeim standard sem var sett á sínu tíma. Stöngin er klár. Hilmar hefur núna tækifæri til að bæta einu meti enn í sarping, gjörðu svo vel, 130,5. Klára þetta. Svona getur þetta stundum farið. Það tókst ekki núna en það tekst næst. Sindri Freyr ætlar í 155.
Hann er búinn að vera að bæta sér statt og stöðugt hér í dag og er með bara græna lyftur fram að þessu. Það er engin ástæða til að breyta því. Stöngin er klár. 155 kíló. Það er komin tíma á það, Sindri. Já, hvað segja þau sko? 3 hvít. Það er bara svona. Yngvi Örn ætlar í 160. 160 kíló. Stöngin er klár. 160 kíló fyrir Yngva. $160 kíló Yngvi Örn, gjörðu svo vel, stöngin er klár, klukkan gengur. Þá gengur klukkan bara. Tíminn liðinn, rauð lyfta, næstur er Friðbjörn Bragi, líka 165. Friðbjörn Bragi Hlinsson. Stöngin er klár. Koma svo. Já, þetta leit nú vel út, hvað segja dómarar? Nei. 2-1, jú, gild lyfta 2-1. Einar Örn 185. Næstur. Stöngin er klár, bekkur er klár, Einar er klár, 185 kíló. Koma svo Einar.
Hann hefur verið að æfa í COVID-inu, hvað segja dómarar? 3 hvít. Ekki málið. Alexander Örn, 187,5. Hann er að jafna hér sínu besta. Stöngin er klár. Vanda sig svo. Ég held að söngurinn hafi virkað þarna, hvað segja dómarar? 3 hvít. Stangamenn að bæta söng á verkefnalistan sinn. Lýst vel á það. Já, þeir fá að gera ýmislegt í dag, stangamenn. Sjáum tónlistana líka. Viktor Samuelsson, 190 kíló. Stöngin er klár. Viktor í mínus 105 klassiskum. Rekur stangamenn í burtu, ætla að sjá þetta sjálfur. Mitt. Þetta var ekki mikið mál. 3 hvít. Þá er komið að Aroni, hann er að fara í 200 kíló. Aron Friðrik er líka og mikilli signingu hérna í dag, búinn að bæta sig hægri vinstri. Bara græna lyftur. Það ætla að fara núna í 200. Sem er fín tala. Hann endaði 300 í beygju, 200 í bekk, það er nú ekki slemt. Stöngin er klár, koma svo, Aron. Til hamingju við þetta og mikið gaman að sjá svona glaða menn. 200 kíló komið. Guðfinnur ætlar að reyna við það sama. Guðfinnur í 200. Koma svo, Guðfi, þú getur nú ekki verið lélegri en Aron. Stöngin er klár. Koma svo, Guðfinnur. Stangamenn verða að syngja. Svona á að gera þetta.
ógild lyfta, 2 rauð, einhver tæknivilla, hvað var að? Hann lá ekki kyrr á bekknum eins og menn eiga að gera. Júlían ætlar að líka reyna við 200 kíló. En það síðasta bekkpressan og við tökum svo aftur 10 mínútna pásu á milli áður en við byrjum á réttstöðunni. Stöngin klár, 200 kíló, Júlían. Nei, mér sýnist Júlían hafa hætt við, þannig að Aron stendur hér einn uppi með 200 kílóa lyftu. Þá bekkpressunni, þá það lokið og við tökum 10 mínútna pásu áður en við byrjum á réttstöðu. Já, við skulum sinna formsatriðum og láta klukkuna ganga út. Tíminn kominn, Júlían fallin á lyftu, bekkpressan búinn, 10 mínútur í réttstöðu. Nei.
Það eru rúma 3 mínútur eftir, síðustu séns að breyta þyngd. Hálf mínúta að breyta þyngd, byrjum eftir 3,5. Cirka bát. Já, eitthvað. Svoleiðis. Það er... Já, mér skilst það sé bara uppi. Nei. Það er komið tími. Við ekki kveikt upp hérna eitthvað. Það er komið tími. Þá er komin tími á að halda áfram. Ég ætla að biðja mennum að bara fara, já, þeir ætla aðeins að ryksuga pallinn. Gefum það 1 mínútu til þess. Nei, þeir eru á fullu að vinna. Steini. Hver er þeirra? Já, þessi dökkari. Gabriel? Þeir eru að reyta rafmagni.
hvað er þessi ólíu með einhverju dóti á eða í? Fáðu bara. Nei, hvað er þessi svona? Ég kom með það. Já, hvað keyptir? Bara út í búð. Er það? Dýnmar komir upp á lagi með þetta á Spáni. Já, það var komið rafmagn á rykssuguna og þetta er allt að fara að bresta á. Sörju, veistu að fá okkur að borða? Fyrst svona? Það rennur þetta ekki hratt í manni blóðið, sko. Já. Jó, bara ekki að það sé þess að ryksa. Þá eru menn farnir að setja, hvað sérðu? Þá eru menn farnir að setja fyrstu þyngd á stöngina, það er 142,5 kíló fyrir Íris Rudd. Já. 142,5 kíló fyrir Íris, stöngin er klár, gjörðu svo vel. Þá byrjum við á réttstöðinni. Hundrað og 42,5 kíló, gild lyfta, 3 hvít, gjörðu svo vel. Birgit Rós, 170. Stöngin er klár, 170 kíló á stönginni, Birgit Rós. Þetta var gild lyfta. 3 hvít, 170 kíló. Arna Ösp býður 170. Stöngin er klár. Arna gjörðu svo vel, 170 kíló. Þetta leit vel út. 3 hvít. Sóli Margrét, 185.
Stöngin klár. 185 kíló, Sólu Margrét Jónsdóttir Breiðablik. Róleg vegi. Ákvæðin. Já. Svona á að gera þetta. Dómar eru sammála því. 3 hvít. Þá kemur Kristín Þórhallsdóttir 192,5. Stöngin klár. Kristín, gjör svo vel. Þrjú hvít. Þá kemur María Kristbjörg Lúðvíksdóttir með 200 kíló. Stöngin er klár, 200 kíló. Fyrsta lyfta. Það voru 3 hvít. Standa upp með 200 kíló eins og að drekka vatn. Þá er farið að Þá er komið að næstu umferð og við erum farin að sjá hvert stefnir í stigakeppninni. Þar er Kristín efst, Birgit í öðru sæti og Arna Ösp í þriðja sæti eins og staðan er núna. Kristín hefur svolítið góða forystu en Birgit og Arna eru að keppa þannig annarsætið. En margt getur breyst. Íris Rut, 147,5. Stöngin er klár. Þetta var 147,5 kíló, 3 hvít, Íris Rut, Birgit 180. Stöngin er klár. (170) gekk vel á þann, 180. Upp með þetta. Toga! Þrjú hvít. Góð lyfta. Arna Ösp ætlar að bæta við hálfu kíló og setja Íslandsmet í -63 kílógrammaflokki. Þær eru að keppa hér verðlaunin. 180,5.
Stönginni klár. En þetta er Íslandsmet í þessum flokki sem Arna áreindar sjálf. Æi. Já, það fór upp en aðeins og snemma niður. Sóley Margrét, 200 kíló. Arna á eina tilraun eftir. Sóley Margrét, 200 kíló. Stöngin klár. Já, 200 kíló, gild lyfta. Þar með færðist Sóley upp í 3. sætið. Þannig að það verður barátta Kristín, 202,5. 202,5. Stöngin klár. Kristín að tryggja sér sigurinn samanlagt hér í dag. Góðlyfta. Hún að festa hendurnar betur hér á 1. sætið. Marja ætlar í 210. Marja býður 210, það er jafnframt tilraun til Íslandsmets. Hún er búin að, stöngin klár. Það er 1 Íslandsmetið. Það fór upp, hvað segja dómarar? 2 rauð, einhver tæknivilla þar. En það var ekki, virtist ekki vera þyngdin sem var vandamálið. En það þarf að útfæra þetta allt saman rétt. Þá er það önnur umferð að hefjast og staðan er þessi að Kristín er í 1. sæti, Birgit í 2., Sóley í 3. og Arna Ösp í 4. Kristín er með nokkuð örugt forskot en hinar 3 eru í baráttunni. Marja og Íris koma svo þar á eftir. En það er keppt núna í fyrsta sinn hér á 9 IPF Goodlift stigum sem verður tekið í notkun hér nú.
Þá er stöngin klár, önnur umferð að hefjast, Íris Rut 150, þriðju umferð þykja. Síðasta leiftaði í dag, Íris. Koma svo. Ekki skilja hann eftir. Tóka svo. Glæsilegt, hvað segja dómarar? Yes, 3 hvít. Góður dagur. Þá kemur Arna Ösp og ætlar aftur að reyna við 180,5. Það vantaði aðeins upp á áðan. Stöngin klár, nú ætlar hún að taka þetta. Koma svo Arna. Síðasta leifta dagsins. Upp með þetta. Tóka svo. Tóka, ekki hætta. Hvað segja dómarar? Ekki alveg. 3 rauð og Arna Ösp. Þá kemur Birgit, hún býður 185. Stöngin klár. Birgit 185. Síðasta leiftar upp með þetta. Aðeins og þungt. Þá kemur Kristín sem ætlar í 207,5. Kristín, koma núna. Hún er þar að bæta sig og stöngin klár. Hún er búin að tryggja sér sigurinn hér í dag og ætlar að kóróna það með þessari lyftu. Já sko, hvað segja dómarar? 207,5 kíló. Þá eru 2 lyftur eftir hjá konunum. Sóli Margrét er að fara í 210. Úrslitin er að verða ljós í kvennaflokki en það verður sameiginleg verðlaunaafhending hér að loknum keppni í karlaflokki. Stöngin klár. Nú ráðast úrslitin. Það er svo þungt í dag.
Þá hefur Sóley Margrét lokið keppni og eftir er María Kristbjörg sem fer í 220. 220,5 á það vist að vera. 220,5, það er búið að breyta þannig. 220,5. Stöngin er klár. Síðasta réttstöðuliftan hjá konunum, síðasta liftan í dag, María, koma svo. Það fór upp, hvað segja dómarar? Nei, ekki alveg 100%. Ógild lifta 2-1. Þá er keppni lokið í kvennaflokki. Það sem Kristín Þórhallsdóttir hefur sigrað og undan Birgit og Sóley á stigum. Arna Ösp í 4. sæti, síðan María og Íris. En verðlauna afhending hjá konunum fer fram hér að loknu keppni í karlaflokki. Þá er eftir ein grein hjá körlunum, réttstöðuliftan, og þar er mætir fyrstur til leiks Hilmar Símonarson. Hann býður 207,5 kíló. Stöngin er klár. 207,5 kíló fyrir Hilmar. Það var góð lifta. Þá er Hilmar búinn að setja Íslandsmet samanlagt í sínum flokki. Þá kemur Sindri Freyr 220. Stöngin er klár. Sindri, gjör svo vel. (220) Góð lifta. Sindri á best 230, hann ætla sennilega að bæta sig í þessari grein líka í dag. Stefnir allt í það. Alexander 250. 250 fyrir Alexander Örn. Stöngin er klár.
250 kíló, góð lyfta. Þá kemur Friðbjörn 260. Stöngin klár. Einmitt. Það voru 3 hvít, góð lyfta. Þá kemur Einar Örn líka með 260. Stöngin klár. Koma svo Einar. Yes. 3 hvít, gild lyfta, Yngvi Örn 270. Stöngin klár, 270 kíló, Yngvi Örn Friðriksson. Já, þetta gekk hratt og vel fyrir sig, 3 hvít, gild lyfta. Aron Friðrik 275. Stöngin klár. $275 komið í hús. Guðfinnur Snær 280. $280 Guðfinnur. Stöngin klár. $325, 3 hvít, gild lyfta. Viktor 290.
Stöngin er klár. 290. Viktor opnar hér í 290. Já, gild lyfta. Þá kemur Júlían, hann opnar í 325. Stöngin er klár, 325. Þarna fór 325. Gildlyfta. Þá er fyrst umferð lokið og Hilmar er næstur. Staðan er núna sú að Viktor hefur tekið nokkuð góða forystu. Síðan er Friðbjörn, Alexander og Aron. Sjáum hvað setur, en Hilmar er að fara í 215,5. Sem er þá Íslandsmet í rétt stöðlyftu. Hann er þegar búinn að setja Íslandsmet samanlagt. Stöngin er klár. Þannig að hann er að reyna að bæta enn einu meti í safnið. Hann er búinn að gera góða ferð suður í dag og það er ekki búið enn. Ekki alveg, það er ein tilraun eftir. Sindri Freyr, hann ætlar að stökkva í 2,40. Stöngin er klár. Hvít. Þá er Sindri hættur enda búinn að eiga góðan dag og bæta sig í öllu. Alexander Örn 262,5. Alexander er í baráttunni verðlaunasæti. Stöngin er klár. Sýndu nú hvað þú getur.
Það fór upp. 3 hvít, gild lyfta. Friðbjörn 275. Stöngin er klár. Friðbjörn er í öðru sæti. Getur tryggt sér það. Sko. 275, 3 hvít. Einar Örn, líka 275. Friðbjörn stökk þarna í fyrsta sætið. Það er baráttu þarna verðlaunasætin. Stöngin er klár. Einar Örn, 275. Þrjúhvít, gildlyfta 275. Yngvi Örn 287,5. Stöngin er klár. Koma svo Yngvi. Tóka svo. Ekki málið. 3 hvít. Aron Friðrik 287,5. Aron á bara græna lyftur hérna í dag, hann ætla nú örugglega ekki að láta það breyta. Stöngin er klár. Koma svo. Þrjú hvít. Aron er búinn að vera að æfa í bílskúrnum og það hefur borið góðan árangur. Þá ætla Guðfinnur að reyna við 300 kíló. Stöngin er klár. Upp með þetta.
300 kíló, 3 hvít. Þá kemur Viktor, 310, hann ætlar að reyna að tryggja sig hér. Fyrsta sætið, 310. Stöngin klár, 310, Viktor. Sko, 310 kíló Olof og 3 hvít. Og Viktor fer það langt með að tryggja sér sigurinn. Julian, 355. Stöngin klár. Já! 355 kíló. Komið í hús. Þá er ein umferð eftir og staðan sú að Viktor hefur nokkuð góða forystu. Friðbjörn er í öðru sæti. Alexander og Julian eru... Alexander er í þriðja og Julian það rétt og eftir í fjórða sæti. Það er frekar kalt í þessu húsi, þannig að aðstæður fyrir keppendur er kannski ekki alveg optimal. En menn láta það ekki á sig fá og eru hér að setja hvert metið og fætur öðru. Nú ráðast úrslitin hér, ein umferð eftir. Þegar strákarnir hafa... Stöngin klár. Hilmar ætlar að reyna aftur við nýtt Íslandsmet 215,5. Stöngin klár fyrir Hilmar, síðasta lyftaðinn í dag. Klára þetta núna. Núna tekur þetta. Nei, það fór ekki í þetta sinn. Það kemur næst. Hilmir endar í 522,5 samanlagt og hann hefur þá verkefni að vinna að fyrir næsta mót en hann er búinn að setja hér þó nokkur Íslandsmet í dag. Sindri Freyr kemur næstur, hann biður 245. Ég held að hann var í hættur á hann en hann hefur séð sér hönd og ætlar að taka 9. lyftu. Og bæta sig enn. Þú ert bara græna lyftur hérna, Sindri, þú getur ekki klikkað á síðustu. 245. Stöngin klár.
Þetta væri góður endir, Sindri. Upp með þetta. Nei. Gott mót, hann hefur verkefni að vinna að. Hefur lokið keppni Alexander Örn 275. Alexander Örn er í 3. sæti. Getur tryggt sér það endanlega núna. Stöngin klár. Eini unglingurinn hér í karlaflokki og stendur sig frábærlega. Koma inn maður. 275, 3 hvít. Frábært. Læsilegt. Þá kemur Friðbjörn. 277,5. Stöngin er klár. Björn er að bæta hér líka metum. Já, sko. Hvað segja dómarar? 3 hvít, glæslegt mót, nýtt Íslandsmet, Friðbjörn í öðru sæti, Einar Örn, 282,5. Stöngin er klár, 282,5 kíló fyrir Einar Örn, síðasta lyfta dagsins hjá honum. Koma svo. Hvít. Þannig endaði mótið á Einari, gott mót. Yngvi Örn, 300 kíló. Stöngin er klár, 300 kíló á stönginni, Yngvi Örn Friðriksson.
Það var nokkuð örugt. 300 kíló, 3 hvít. Glæsilegt. Aron Friðrik líka 300. Stöngin klár, Aron Friðrik, 300. Gjörðu svo vel. Ekki spurning. Kom! Ríkalegur! Já! Þú ert ein. Já. Þá er það 310 Guðfinnur Snær. Stöngin klár. Koma svo Guðfinnur. Taka stöngin og standa upp. Nei, ekki. Flott mót samt. Takk fyrir mótið. Guðfinnur endar í 800. Og þá er ein lyfta eftir. 2 lyftur eftir að sjálfsögðu. Viktor ætla að fara í 320. Viktor ætla að fara í 320 og setja þar með Íslandsmet. Til þess er hann kominn. Stöngin er klár. Hér er sigurvegari dagsins og endanlega. Síðustu lyfta dagsins. Nýtt Íslandsmet. Glæsilegur endur á flottu móti. Já sko, hvað segja dómarar? 3 hvít. Þá er síðasta lyfta dagsins eftir. 375 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Í klassískri réttstöðlyftu Júlían Jóhannsson. Ef menn ætla einhvern tímann að hvetja, þá er það kannski núna. 375 kíló. Koma svo. Ekki í dag. Takk fyrir. Þá eru úrslitin í karlaflokki líka ljós. Þar sigraði Viktor Samúelsson á undan Friðbjörn í öðru sæti og Alexander í 3. sæti. Við gerum nú stuttli og meðan við gerum pallinn kláran fyrir verðlaunaafhending. Ég ætla að þakka dómurum
stangamönnum, öllum starfsmönnum mótsins kærlega fyrir daginn. En nú verður gert bara stutthlé og meðan við erum að gera pallinn kláran fyrir verðlaunaafhendingu. Ég ætla að biðja alla keppendur helst að koma fram þegar ég kalla þá upp, en það er verðlaunað fyrir 3 efstu sætin í kvennaflokki og karlaflokki og sigurvegarinn fær Reykjavíkur hvað maður kalla það, Rig Trophy, heitir á íslensku. Þetta svona pínu rússnesk stemming. Ég búið að þakklátt, ég ætlaði að fara í morgun svo bara hafði ég ekki tíma til þess, ég búið að þakklátt til þess núna ég hef ekki gert það. Þá ætla ég að biðja alla keppendur að gera sig klára í verðlaunaafhendingu. Við ætlum að gera það bara hér hratt og vel. Ég ætla að biðja allar stelpurnar að koma fram. Allar stelpurnar 6. Þið standið bara með löglegu millibili hér og það eru 2 sem, viljið kíkja hvað það séu frammi? Íris og sigurvegarnir eru allavega hér, en það er verðlaunað fyrir 3 efstu sætin. Í 3. sæti er Sóley Margrét Jónsdóttir frá Breiðablik með 89,214 stig. Hún fær blóm og verðlaunapening. Til hamingju. Í öðru sæti er Birgit Rós Becker frá Breiðablik, líka með 90,368 stig. Þið eru alveg réttu megin, held ég. En
Meistari ársins og í fyrsta sæti með glæsilegt mót Kristín Þórhallsdóttir frá Akranesi, 98,074 stig. Hún fær verðlaun og hún fær blóm og hún fær rík trófi sem ég veit ekki hvað heitir á íslensku. Til hamingju stelpur, takkið nú margar og flottar myndir. Til hamingju og takk fyrir skemmtilegan dag. Arna líka. Frábært. Allir að bronsa, klára myndatöku. Til hamingju stelpur og takk fyrir daginn, takk fyrir frábæra skemmtun. Til hamingju með flott mót. Þá eru strákarnir. Eru einhverjir strákar hér? Þá er verðlaunaafhending í karlaflokki, en þar er líka verðlauna fyrir 3 efstu sætin á stigum og síðan er verðlaun Reykjavíkurleikana fyrir sigurinn. Í þriðja sæti er Alexander Örn Kárasson frá Breiðablik, 92,556 stig. Það er pláss fyrir alla framme, sko, það mega allir vera með á mynd. Endilega komið ykkur fyrir strákar. Í öðru sæti er Friðbjörn Bragi Hlinsson frá Mosfellssveit, 95,237 stig. Til hamingju. Sigurvegari dagsins er Viktor Samúelsson frá KFA með 97,660 stig og frábært mót. Til hamingju. Meistari dagsins. Til hamingju strákar, takk fyrir frábæran dag. Þá er það myndatakan og ég þakka ykkur öllum fyrir frábæran dag, óska ykkur til hamingju og hittumst á Íslandsmóti í mars. Takk fyrir daginn.